Keikó, næstfrægasti Íslendingur allra tíma, náði næstum því að komast í heimsfréttirnar núna 1. apríl. Því var afstýrt á 11. stundu því ljóst að heimurinn hefði komist í mikið uppnám við þær fréttir að gefið hefði verið út skotleyfi á fordegraðasta hval veraldar. Annars voru nú allir búin að gleyma Keikó nema kannski Hallur Hallsson. En gott að rifja það upp að það hefur hingað til kostað 200 milljónir króna á ári að reyna að kenna þessum hval aftur að synda. En hann verður víst greið að láta sér nægja aðeins 50 milljónir í ár. Nú, niðurskurður þessi hefur líka í færð með sér að Keikó þarf að flytja væntanlega til Stykkishólms. Ætli það sé dýrara að leigja sér kví í Vestmannaeyjum. Ég gæti nefnilega vel hugsað mér að leigja mér kví á fallegum stað í sumar fyrir mig og mitt fólk. Hún þarf ekkert að vera neitt rosalega stór. En áður en lengri haldið skulum við fá eina smáauglýsingu. Langar einhvern í jarðaför? Þetta tækifæri sem býðst ekki aftur því nú á að fara að jarða drottningamóðurina. Sem Karl Bretapins segir að sé einfaldlega magnaðasta amma sem hægt sé að eiga. Þannig að þá má búast við frábærri mætingu og miklu stuði. En mér vantar sem sagt einhvern til að vera hinn aðilinn í 2 fyrir 1 til London. Skelltu við með í konunglega skellun. Ta-ta, turlú. Síðustu helgi var frumsýnd kvikmyndin Reykjavík Guesthouse. Að henni standa 3 ungir stórhugar, þau Unnur Ösp Stefánsdóttir, Björn Thors og Börkur Sigþórsson. Unnur og Björn hingað komin ásamt einum af aðalleikara myndarinnar, hinum unga Stefáni Eiríkssyni. Gjörið þið svo vel. Jæja, sæl og velkomin. Sælblessuð. Og til hamingju með frumsýninguna. En þið voru saman í menntaskóla og mér skilst að, já, Börkur var með ykkur þar líka. Hugmyndin hafi fyrst kviknað þar, ekki satt? Jú, það er að segja svona hugmyndin að því að vinna að einhverju stóru verkefni saman, kviknaði þar. Og það var ekkert endilega bíómyndi? Nei, það var kannski eitthvað tengt kvikmyndaforminu. Já. En svo vatt þetta upp á sig og endaði bara sem mynd í fullri lengd. Nú það dýrt, gífurlega dýrt að framleiða kvikmyndir og mikil vinna sem fylgir þessu. Hvernig fóruð það því að gera þetta veruleika, Björn? Já, þetta var bara svona, hristum þetta bara frá merjuminni, ekki? Já, vasapeningarnir. Þetta eru vasapeningarnir, þetta er námslánin aðalega. Já. Nei, við erum vel styrt af á mörgum aðilum. Við vorum með sterkan meðframleiðanda sem kemur inn í verkefni sem fjárfestir og svo voru þetta fyrirtæki, stofnanir og ýmsir sjóði sem að hjálpa okkur. Og fólk hefur verið alveg óhrætt við það að vera styrkja algjöra byrjendur í þessari... Já, óhrætt og óhrætt. Það misviljugt að styrkja verkefni. Já. Þetta kom okkur samt sem að vera óvart. Hvað voru margir sem voru tilbúinir að taka áhættina með okkur? En hvað, Unnur, þetta nú búið að vera langt ferli frá því að hugmyndin var til og þangað til að frumsýnt var hún síðustu helgi? Hvað er þetta orðið langur tími? Fyrir það bil 2 árum byrjum við á handritinu. Þetta nú ekki mjög langur tími miðað við svona hefðbundi kvikmyndaframleiðslu ferli. Og skrifuðu það alls saman? Já, við skrifum það 3 saman og það var mjög gott. Það voru við svona alltaf að ritskoða hvert annað og gekk hratt og vel fyrir sig. Skiptuðu á milli hvar senum eða hvernig fór það? Nei, við svona, þú veist, ég sá að pikka inn og þeir svona kvíslið eira á milli skiptis. Og þú svona lagaði það til að því þú réðst á tölvunni eða hvað? Já, ég raun og veru. Stefán, þú ert búinn að fá mikið lof fyrir leikvinn í myndinu, það talaði leiksigur og það var aldrei séð annað eins. Hvar fundu þau þig? Bara á götunni? Nei, sko, frænka mín vinkona hennar. Ég skil. Og við vorum sem sagt með svona pröfur og fengum alveg slatta af strákum. Mjög hæfileikaríkum. Já, alveg frábæri strákar. En svona einhvern veginn þegar Stefán gekk bara inn í pröfuna þá bara klikkaði eitthvað hjá okkur. Hann var bara maður alveg strax, já. Hefurðu leikið eitthvað áður? Nei. Ekki neitt? Og hvernig reynsla var þetta? Skemmtileg. Já. Gætirðu hugsað þér að fástu þetta áfram? Já. Er vel launað starf að vera kvikmyndaleikari á Íslandi? Já. Heyrðu, Unnur, í stuttumáli, segðu okkur aðeins hvað myndin er, að við fáum að sjá smá brot. Þetta sem sagt myndin fjallar gistihúsaeiganda í Reykjavík sem hefur svona einangrast frá umhverfi sínu og er svona pínulítið á skjön við samfélagið. Hann er haldinn svona ákveðinni fælni gagnvart bara umhverfi sínu.
og hefur eiginlega lokað sig af og hans heimur bara þetta gistiheimili og við fylgjumst með nokkrum dögum í lífi hans þar sem hann svona að reyna að fóta sig í tilverunni og það gengur ekki mjög vel þangað til hann hittir Finn sem að Stefán leikur. Það nefnilega það. Mér langar til að spyrja einu, nú eru þið bæði í leiklistaskólanum, þú útskrifast og þú ert eftir 1 ár. Hvernig hafið þið tíma til að búa til heila bíómynda meðan þið voruð í þessu námi? Við bættum nokkrum klukkutímum við sólarhringinn. Ég skil, já. Og það gekk mjög vel. Nei, þetta er auðvitað bara eftir skóla þá var farið heim að skrifa framan á og þá var skrifa langt fram eftir nóttu og mætti skólan bara snemma daginn eftir og farið heim að skrifa eftir skóla og þetta var bara svona unnið allan sólarhringinn. Og unnið mikið í fríum og sumrin alltaf við tókum hann alltaf sumar. Helgarnar voru vel notaðar, öll frí, jólafrí og páskafrí og nýttust vel. Þannig að þið eru fólk sem kann að fara með tíman. Við skulum sjá smá brot á myndina áður við höldum á. Nei, já. Hvað sagður? Sættur fólki. Heyrðu, já, við erum mætt. Já, velkomin. Við höfum hugsað okkur að vera 3 nætur hjá þau. Já, 3 nætur. Hvað kostar nóttin? Nóttin kostar 3.000 á mann. Já. Nei, fyrir ekki, hún kostar 3.200 á mann. Já, heyrðu, gjörðu svo vel. Já, við tökum víst ekki svona kort. Takk ég. Heyrðu, ástu mín, það er lágmark að spyrja leyfið á hana. Fyrirgefðu. Er lagið reykir? Já, bara notur öskubakkan. Öskubakkan. Heyrðu, ég veit ekki hvernig við þá hafa þetta. Ég skal hafa Nei, já, þið getið bara gengið frá þessu þegar þið farið, það hlýtur að vera í lagi. Já, er það ekki? Það er stílt, takk. Það ekki? Já. Nöfnin eru? Nöfnin það er Ingólfur Steingrímsson. Kristín Stefánsdóttir. Kristín Stefánsdóttir. Já, það er bara eitt í einu, þú sagðir. Ingólfur. Ingólfur. Steingrímsson. Hefur einhvern tíma kysst stelpu? Nei, oi. Finnst þið ógeðslegt? Já. Ég kyssti einu sinni þýska stelpu þegar ég var 13 ára. Hún var svona 16 og við lékum okkur alltaf niður í kjallara af því að mamma hennar þurfti svo oft að ræða við pappa, þau voru vinir sko. Og við sem hann gerði. Ha? Hún kyssti mig svona beint á munninn hérna. Það var voðalega skrítið. Voðalega skrítið. Nú ert þú að útskrifast úr leiklistaskólanum í vorinu. Hvað langar þið nú að gera þegar þessu námi lýkur? Ætlar að fara að halda fram að framleiða kvikmyndir eða ætlar ekkert að reyna fyrir þér í leiklistinni? Vistu, það er bara svo margt. Mér finnst svona möguleikarnir vera ótal margir. Mér langar í meira nám. Já. Og heimildarmyndagerð heillar mig mikið. Ég er að fara að vinna heimildarmynd í sumar. Já. En svo sjálfsögðu langar mann að prófa að leika heimildarmynd? Ég ætla að gera heimildarmynd einstæðing í Hlíðunum sem er svona svolítið mikið sérstakur. Það er alveg það. Já. En Björn, þú ert eftir ár, heldur þú haldir það út? Ekki bara að láta það koma í ljós. Já. Jú, ég held það út. Ætlir að vinna saman að þessari heimildarmynd eða? Nei. Nú við erum búin að vinna tölvert mikið saman. Það er svona fyrir bara. Vera komið gott bara. Stefán, hvað ætlar þú að gera? Ætlar að verða leikari? Ég veit það ekki. Nei? Er eitthvað annað sem þú ert með á prjónunum? Nei, bara eitthvað. Bara eitthvað, já. Þú verður örugglega eitthvað, ég er alveg viss um það. En hvað stendur til? Er engin pródjekt hjá ykkur sameiginlega í framtíðinni? Þið ætla ekki að ráðast út í það að framleiða leikna myndir á næstunni eða hvað? Kannski ekki alveg á næstunni, en það er náttúrulega bara allt opið. Við veitum ekki alveg hvað framtíðin ber í skauti sér, það verður að fá að koma í ljós bara. En ég ætla bara að óska ykkur enn og aftur til hamingju og þakka ykkur öllum fyrir komuna og bara gangi ykkur vel.
Já, mér langar alltaf að vera einhvern veginn öðruvísi en ég bara veit ekki alveg hvernig, sko. Ég meina, sko, ef þú með einhverja hugmynd fyrir mig, þá bara endilega, sko, bara hafa sambandið. Já, sko, mér á búa detti að vera kannski pínlítið punky. Já, ég veit ekki hvort að ég pælti í þessu. Já. Hingað eru komnir eldheitir tangodansarar, þau Helga Dögg Helgadóttir og Ísak Halldórsson. Og þau eru hvorki meira né minna bæði Íslandsmeistarar og Norðurlandameistarar í samkvæmisdönsum. Þau ætla nú að sýna okkur hvernig á að dansa tango. Gjörðu þið svo vel. Hjónabandið á í vök að verjast. Við Íslendingar eigum met hvað varðar fjölda barna sem fæðast utan hjónabands. Þannig er alltaf gaman að vera bestur í einhverju. Kannski ástæða þess að sé svo að það er hreinlega mun óhagkvæmara fyrir barnafólk að vera gift eða í sambúð. En þeir örfáu sem treysta sér í hjónaband þurfa stundum á styrk og stuðningi að halda og hjálpin er handan við hornið. Já, við höfum verið með þessa hjónabandsráðgjöf í allmörg ár. Ég teki eftir því að hjónum finnst gott að leita til okkar einmitt vegna þess að við erum líka hjón. Þekkjum þetta? Já, maður getur náttúrulega miðlað miklu meira af reynslunni heldur en ef við værum ekki hjón. Maður hefur náttúrulega reynt svo margt saman. Ég finnst ekki á ógrátan. Gott að nefni það. Við hvetjum fólk til að gráta. Já, enda ástæða til. Já, svo er það bara líka svo gott. Það er svo gott. Það er svo gott. Sko, mér líður bara miklu betur strax. En þarna sjáu þið, þetta þarf ekkert að vera mikið. Nei, bara smá. Og svo er rosalega mikilvægt
að tala. Já, og tala saman. Já, og við aðra. Ég meinti það. Já, ég veit, þú meinti það. Ok, þegar fólk kemur til okkar, þá tölum við það. Já. Og þau tala svo saman. Já, og við tölum saman. Þau tala við okkur. Og svo tala allir saman. Já, þetta hefur gefist mjög vel. Það er svo margt sem kemur í ljós þegar fólk fyrir að tala saman. Já, það þriðja sem að við leggjum aðaláherslu á... Nei, leyfiðu mér að segja það. Það er... Snerting. Hvað, akkur mátti ég ekki segja þetta? Bara því að þú var alltaf að segja það. Ái, þetta var það. Fyrirgefðu. Hvað? Snerting skiptir rosalega miklu máli. Já. Þakkaði fyrir þetta. Já. Við byrjum á því þegar hjón koma til okkar að hvetja þau til að snertast. Síðan snertumst við. Þau snerta okkur. Við snertum þau. Allir snerta alla. Og þá eru öllum farin að líða miklu betur. Já. Svo reynum við að fá fólk til að hlæja. Það gengur nú ekki alltaf. Nei, en oft dugar að segja eitthvað fyndið. Já, það hjálpar vissulega, en svo er líka stundum bara nóg að fara að hlæja sjálfur. Já, bara upp úr sér, út af engu. Hlátur er svo rosalega smitandi. Hættu þessu. Ég get það ekki. Svona byrjaði þá. Við hlæjum bara rosalega mikið. Svo fyrir fólk að hlæja að okkur. Síðan verða að hlæja með okkur. Og svo fara allir að hlæja saman. Og það er allt svo gaman. Nú, og að því loknum þá fer fólk yfirleitt bara heim. Já, þá förum við bara líka heim. Og þegar maður er komin heim, þá er maður glaður. Af því maður veit að út allan bæ eru hjón sem maður hefur hjálpað. Til þess að vera líka glöð. Ég ætlaði að segja það. Já, af hverju sagðir það þá ekki? Af því þú sagði það á undan mér. Æ, það var von. Á annan í páskum lést hinn ástsæli útvarpsmaður og þulur Jón Múli Árnason. Eins og allir vita var hann líka mikill djassunnandi og tónskáld. Hingað eru komin þau Egill Ólafsson og Berglind Björk Jónasdóttir til að heiðra minningu Jóns Múla. Þau ætla að flytja okkur brot úr nokkrum laga hans. Gjörðu svo vel. Einu á ágústkvöldi austur í Þingvallasveit gjörðist í dulitlu dvægi dulítið sem enginn veit nema við og nokkrir þrestir og kjarrið græna inni í bolablás og ármannsmellið fagurblátt og hlannið skjaldbreiða hraunið fyrir sunnan Eyktarás þó að ævi árin hverfi út á tímans gráa rökkurveg við saman munum geyma þetta ljúfa landið okkar góða þú og ég án þín ég verða mundi voðalegur róni vestur hér á fróni án þín ég slökkva mundi sukk og svínaríð því þú mín auðna ert og allt kalt og vert og allt einskisvert án þín án þín ég sé ei lengur sólarljósið bjarta sem við fegurð skarta án þín ég gleðst ei þó að vorið skríði skóg
tóm af því. Heiður stúlka heitir Gunna, henni mun ég sífellt unna. Hana leið ég til brúðarbergs, býð henni upp á kex. Ást hennar af því vex, svo ætlum við að eignast saman, anga Gunnur 3 og 4, 5 og 6. Heiðuspiltur heitur Leifur, ofur litla ögn skeifur, af því hann hefur augu blá og sem eru svo góð að sjá. Skal hann mig feigna fá og eignast með mér litla Leifa, í það minnsta 1 og 2 og 3. Og hún síns hljóðaró hnígur á mitt píanó, kemur hún með kaffi inn í skó. Og hann segir unga dís, ertu samt frá paradís, svo hefjum við kossa í 100-vís. Þegar ævi sígur sól, setjumst við í ruggustól, í hendur höldumst við þá og horfum máttinn á, meðan barnabörnin okkar hlæja hátt og hoppa til og frá. Þegar ævi sígur sól, setjumst við í ruggustól, í hendur höldumst við þá og horfum máttinn á, meðan barnabörnin okkar hlæja hátt og hoppa til og frá. Hjá Dusjardin grænmetisuppskeran fryst og pökkuð jafnóðum. Þess vegna Dusjardin ferskara en ferskt. 1, 2, 3, 4, High Shampoo. Citra Shine, vítamínbættu amerísku úrvalshárvörurnar. Citra Shine, hárið glampar og glansar. High Shampoo. Við kynnum nýtt útlit á Land Cruiser 90, Toyota. Bókaðu flugið á flugfélag.is. Lúðrasveitir eru eitthvað það allskemmtilegasta í heiminum. Það er aldrei leiðilegt það sem lúðrasveitir eru annars vegar. Fyrst það náttúrulega lætin og svo það búningarnir og allt brassið maður lifandi.
Lúðrasveit Reykjavíkur komin hingað öll eins og hún leggur sig. Hljómsveitin heldur þessa myndir upp á 80 ára afmæli sitt með stórtónleikum sem verða miðvikudaginn 10. apríl í Langholtskirkju. Þar sem ásamt Lúðrasveitinu koma fram þeir Páll Óskar, Eyþór Gunnarsson, Þorsteinn Gauti Sigurðarson, Sigurður Flosason og Helgi Hrafn Jónsson. Við fáum nú að heyra lagið Copacabana í flutningi Lúðrasveitar Reykjavíkur. Stjórnandi Lárus Grímsson. Gjörið svo vel. Já, ég auglýsi eftir vitni eða vitnum að kynferðislegu áreiti sem ég var fyrir í Kólaportinum síðustu helgi. Nánatiltekið á laugardaginn var. Ég var að kaupa harðfisk, nánatiltekið ófarinn steinbít, þegar maður hinum megin við básinn blikkaði mig, held ég, mjög greinilega og síendurtekið. Ég hef hugsað mér að kæra þennan mann, en mér vantar vitni. Gagga alltaf að leita fyrir sér á vinnumarkaðnum og í lífinu og lætur ekki tækifærin fram hjá sér fara. Við skulum fá okkur kaffi með þeim kellum. Er ég fín? Já, veistu, ég held ég sé bara nokkuð ánægð með þetta. Má ég sjá? Nei, ekki strax. Sjá. Já, veistu mamma, þetta er töff. Hvað færði í verðlaun ef þú vinnur? Sko, hár og fegur gefa áskrift af tímaritinu. Það er grand, þetta er svo svaka flott blað. Já, og svo fæ ég náttúrulega frítt förðunarnámskeið hjá No Name. Heyrðu, ferð þá kannski að farða þetta nýja andlitið, hana þarna, hvað heitir hún þarna? Órinni Lá. Já, það er aldrei að vita, ég meina, mér finnst það bara mjög líklegt. Og svo náttúrulega kassi af Eldur Ís. Eldur Ís? Eru það snyrtivörur? Nei, mamma, Eldur Ís vodka. Þeir eru eitthvað með í þessu, þannig að maður verður að mála eitthvað með Eldur Ís. Já, það brennivín sko allstað. Það er alveg frábært eiga fullt af vodka, maður getur búið alls konar bollur og allt bara. Og astnamanneski. Fóðalega látt sem ég fengi góðan astna. Við drukkum svo mikinn að þessu nýr á Spán alltaf. Og það runnu bara að mér 10 kíló eitt árið þarna söður frá. Ég þurfti bóstalega ekkert að borða. Borðaðu ekki neitt? Drakstu bara astna? Býtu, ekki hrefa þig. Þetta er sko eini megrunarkúri sem ég ferð á sem hefur virkað. Og ekki verða leiðilegt, maður minn. Ég dansaði svoleiðis undan með lappirnar á grísahöllinni. Það losnar yfir mörg kíló við að missa lappirnar. Æ, bullið þér alltaf fint. En ekki verða búinn. Mér er svo fyrir að langa að sjá þetta og svo mér fyrir að klæja svo í nýtt. Ekki klópa þér. Hérna kíkta á til að ná í myndavélina.
Ertu búin að tapa glórunni? Hvað? Finnst þér ekki flott? Flott? Þið viðbjóð. Þú þarf sko ekki að taka mér mynd svona útlítandi. Þú ert eitthvað biluð, ég er eins og út úr hryllingsmynd. Mamma, þetta er fantasía. Nú ætla ég að fara fram og þvo þessa fanatísku framan á mig. Hæfileika þín liggja örugglega ekki á þessu sviði, krakka mín. Ég finn mér þá bara annað módel. Og þú vært sko engan asna hjá mér ef ég vinn keppnina. Elín Jónína Ólafsdóttir hefur vakið töluverða athygli fyrir uppistand þar sem hún hefur hitað upp fyrir Jón Gnarr í Borgarleikhúsinu. Það er ekki margar konur á Íslandi sem hafa lagt út í þetta fag og við skulum því taka vel á móti henni Elínu, gjörið þið svo vel. Góða kvöldið, Elín heiti ég er 25 ára. Ég var nú búin að ákvað hvað ég ætla að segja við ykkur einnig kvöld en ég hætti við það og ákvað frekar að lýsa bara deginum í dag fyrir ykkur. Mér er mjög illa við það að fólk gerir grín að mér, mér er einstaklega illa við það og ég vaknaði hana við það í morgun að hafa bankað á hurðina niðri heima á mér og ég fer til dyra og það standa 2 svona 11 ára strákpjakkar og spurja hvort ég vilja kaupa klósettpappír til styrktar einhverju íþróttafélagi af því að þeir sé að fara í fótboltaferð til Færeyja. Já, segi ég, voða góð og græn og nývöknuð, fyrir hana í veski mitt og svo er ég að leita eftir pening og svona og allt í einu fór ég að hugsa. Bíddu. Hver fer í fótboltaferð til Færeyja? Þessi drengir kannski að gera grín að mér? Er það kannski gangum hverfið að ég sé rosalega illa skeimt? Ég ætti kannski bara að girða niður mig og banka upp á í hverfinu og sýna fólki að ég er mjög vel skeind og snyrtileg kona. Þótt ég sé svolítið þippin þá næ ég alveg að skeina mér, sko. Allavega, meðan ég var að pæla í þessu, þá voru þeir út í bíl að ná í klósettpappírinn og út úr bílnum kemur þessi rosalegi töffari, einhver bróðir þeirra eitthvað, og hann hélt á öllum 150 rúllunum í fanginu. Og hann labba til mín brosandi og rosa gæjalegur, svona eins og hann sé svona svakalega ánægður með það að ég vil loksast tekið það ákvörðun að byrja að skeina mér. Svona hann og sætu vinir hans því svona sérstaklega skipar í hverfisnefnd til þess að fá mig til þess að skeina mér. Svona byrjaði dagurinn, þetta var byrjunin. Ég þakka fyrir mig og borga og brosi, náttúrulega eins og alltaf. Fer síðan inn á bað og eitthvað svona og lítið speilin og fæ svona nett taugaáfall og allt í hennu fatta ég að ég er orðin allt of sein. Ég átti að vera mætt á fund niður í bæ svo ég bara hendist út í bíl og hendi síðan aftur inn og klæði mig fötin og hendi síðan út í bíl aftur. Svo keyri ég af stað. Svo er ég bara að rúnta hérna og leið niður í bæ hérna og ofsa hraða og kemur svona stór svona jeppi og svínar svona svakalega fyrir mig. Og ég var orðin svo pirruð á þessum punkti að ég bara ákvaða að láta hann hafa það. Svo ég bara gaf honum puttan og bara ullaði og allt og þannig að ég var sem svona svipinn. Heyrðu, þá hérna átta ég mig allt inn á því að þetta er gamall kærasti síðan í menntaskóla og hann leit bara svona ansi vel út og bara sem flotta jeppa líka. Þannig að Ulli breytti svona í bros og puttin í svona vandræðilegt vink og svo fann ég að mér að fara að hitna ansi mikið í framann. Heyrðu, síðan fer ég á hann fund og klára það og síðan átti ég að vera mætt í dag hérna og ég er að kynna svona horfurur í apóteki, ég geri það á daginn og ég fer þangað stilli upp og er svona að kynna og brosa og reyna að vera svolítið svona hugguleg. Þá koma til mig gömul hjón, gömul kona og gamall maður. Hún var ofslega indal og hann var svolítið svona durgslegur og þau byrja að tala við mig og hún segir, nei, hvað ert þú að kynna hérna vina mín, ofsalega er þetta huggulegt og fallegt hjá þér. Þetta er svona að kynna svona fínar vörur, ofsalega er þetta fínt. Og finnst þið það ekki grjóni minn? Og lítur svona hann og hann segir, lítur á borðið, svo lítur hann á mig og segir, að mér svona aðalega fína á henni brjóstin. Nú, jæja vinur, segir hún og fyrir hérna bara, hvað kaupir ekki neitt. Síðan, sko, þegar ég var búin að vinna, þá hafði ég nákvæmlega korter til þess að koma hingað. Þú veist, ég hafði 15 mínútur. Þannig ég var ansið svöng, þannig ég ákvað að fá mér eitthvað að borða ef ég kæmi hingað. Svo ég finn á bæjarins bestu, kaup mér pulsu og tekst náttúrulega gúlla henni yfir mig, þú veist, á leiðinni hingað. Svo ég kem við hérna í apótekinu og kaupa hérna fína plástur hérna
og skreyti hann svona, maður nú að redda sér, svolítið huggulegt. Síðan kem ég hingað og kem hérna inn og ég er komin hérna upp á svið og ég er búin að opna hjarta mitt fyrir ykkur og allri þjóðinni og hvað gerir þið? Jú, þið hlægið að mér. Takk kærlega fyrir það. Jæja, velkomin. Takk fyrir. Hvernig stóð nú að því að þú leiddist út í þetta að fara að skemmta? Það var nú bara eitthvað alveg óvart, sko. Ég var bara heima og ég var atvinnulaus og mér hund leiddist. Ég hafði ekkert að gera. Og ég sá auglýsta keppnina fyndnasti maður Íslands. Og þetta var aðalega bara að stríða vinkonum mínu og ég skráði mig í þessa keppni. Bara því mér leiddist svo. Bara fá einhverja spennu í lífi. Svo neyddist ég náttúrulega að taka þátt og vann ekki, sko. En ég hugsaði, sko, ef ég gæti þetta, fara upp á svið og djóka fyrir framfylgta fólki eitthvað, ég vissi ekki eins og hvort ég gæti það. Hvers vegna það ekki að prófa að leggja þetta fyrir sig? Já, nákvæmlega. Síðan var ég ekkert að pæla í því. Síðan bara var þetta búið og eitthvað og síðan bara núna, bara í byrjun ársins, þá hringdi Jón Gnarr í mig og baði mig að koma og hita upp fyrir sig. En þú ert menntaður ferðinafræðingur, eitthvað samhengi á milli? Eru sminkur yfirleitt fyndnar? Já, það eru náttúrulega mjög svona skemmtilega, sko. Þetta skemmtileg stétt. Skemmtileg stétt? Já, en það er ekkert samhengi á milli. Hvers vegna heldur það svona fáar konur á Íslandi leggi í að gera þetta? Ég veit það ekki. Þið eru nú ekki margar sem gerir þetta. Nei. Helga Braga og þú og hún hvað heitir hún nú? Bryndís Ásmunds. Já. Ég bara man ekki eftir fleirum. Nei, ég veit það ekki. Þetta er alltaf miklu fyrir fleiri. En er þetta ekki stressandi? Hvað gerist nú ef enginn hlær? Nú, það er nefnilega það sem er erfitt. Þá er maður bara að kyngja því. Það er bara þannig. Maður er bara alltaf að hugsa, sko, ef mann sjálfum finnst það skemmtilegt, þá bara... Er það ekki bara algjör martröð? Að segja brandur og það bara... Jú, það er algjör martröð, en það er líka bara gaman að upplifa það. Það er bara partur af prógramið. Þú ert ekki banginn, segi ég nú bara. En hvar leitar eftir hugmyndum? Áttu þér einhverjar fyrirmyndir í bransanum? Sko, Jón Gnarr er náttúrulega, hann er svolítið svona, skilu, ég lít alveg upp til hann, sko. Hann er mjög skemmtilegur. En ég á mér eitthvað fyrirmyndir af því ég er svo ung í þessu, þannig ég bara, og það sem ég er að segja er aðalega það sem ég lend í. Tekið úr mínu lífi, sko. Er svo ekki næsta skrefið að vera með þína eigin sýningu og fá Jón Gnarr til að hitta upp? Ég veit það nú ekki. Ég tek þau orð nú ekki upp í mig, þú sagði þetta. Já, ég segi það. Mér finnst það fullkomlega viðhöfandi. Heyrðu, en Elín, segðu mér, hvar er þetta nálgast þig? Þú ætti að segja mér að þú auglýsir á Strikinu. Já, það er komin heimasíða á Strikinu, sko, sem er strik.is. Og þar eru óslega skemmtilegar myndir sem ég er búin að gera og pistlar eftir mig. Og þar er sem sagt, ég kemur svona í árshátíðir og ammali og svona, og þar er hægt að sjá hvað er hægt að ná í mig og mjög skemmtilega pistlar er endilega að kíkja þá. Og þeir eru sannir líka, sko. Alveg sannir, sannar sögur. Það er næstu því allt satt sem ég gerir, sko. Það er bara það? Já, það er það sem ég finnst skemmtilegt. Auðvitað. Það geta verið bullanett. Heyrðu, Elín, þakka þér kærlega fyrir komuna og gangið þér vel. Ég þakka til að koma og sjá þig. Takk. Bless. Já, ég auglýsi eftir tvífara. Já, einhverju sem var líkist mér, sem geti tekið að sér viðviku við og við. Farið fyrir mig á fundi og í fermingarveislur og gert innkaup með konunni og þetta. Og fullum trúnaði og skilvísum greiðslum er heitið. Já. 11. apríl er árlegur alþjóðadagur Parkinson-sjúkra, en þann dag árið 1755 fæddist Dr. James Parkinson sem sjúkdómurinn er kenndur við. Að því tilefni verða haldnir tónleikar til styrktar Parkinson-veikum í salnum í Kópavogi þann 13. apríl og munu margir tónlistamenn leggja viðburðinum lið. Meðal annara verka verður frumflutt kantata eftir Eirík Árna Sigtryggsson við ljóð Héðins Voge sem er yngsti Parkinson-sjúklingur á landinu. Héðinn er hingað komin ásamt Elsu frænku sinni og söngkonur sem er líka Voge. Við skulum bjóða þau hjartanlega velkomin. Sæl bæði.
Héðinn, þú varst kollungur þegar þú greindist með þennan sjúkdóm, ekki rétt? Jú, 25 ára. 25 ára og yngsti Íslendingur sem greinist með Parkinson, ekki rétt? Jú. En þú fórst í merkilega aðgerð út í Vínarborg. Segðu okkur aðeins frá henni. Já, ég veit ekki hvað að segja, nema þetta var svona heil aðgerð og búið henni í 2 gutt. Sitt voru megin? Já, og þeir ættu henni með vír og dót og hérna og hleystu ströym á mig. Settu þið í samband? Ég setti mig í samband, sko. Ekki alveg 220 volt, en nála 10. Já. Og hérna, já. Og þú fyrst merkilega góðan bata eftir þessa aðgerð, ekki satt? Já, ég er bara aðgerðan. Já. Þú ert búsett á Ítalíu, Elsa. Já. Er ekki svolítið vorlegra þar núna heldur en hér? Jú, það má nú eiginlega segja það. Það er fólkið farið að fara í sjóinn, þar sem á sjór er. Já. Hvað ertu búin að vera lengi úti? Það er svo langt sem maður hefur séð þig. Já, ég reyndar, ég er eiginlega búin að vera hálfa ævin erlendis, en á Ítalíu er ég búin að vera svona cirka 8 ár. Og hvar býrðu nú á Ítalíu? Ég bý mjög norðarlega, ég bý mjög nálagt Sviss, það er nálagt Como-stöðuvatninu og nálagt Casso. Er þetta eitthvað syndrom með söngvara að búa nálagt vatninu? Nú býr Kristján Jóhannsson nálagt Gardavatninu? Já, ég held að þetta sé nú bara tilfallandi. Við vorum í Mílanó og Mílanó er svona eina af þessum borgum sem varla er hægt að búa í lengur. Það er allt til að koma okkar til að njóta menningu og listar en að búa þar er ekki skemmtilegt ef okkur fannst það ekki. Sérstaklega ekki með bad, þannig við ákvaðum að fara út fyrir og við vorum reyndar að leita að okkur við Gardavatnið að húsi en enduðum síðan þarna við Como. Og þú hefur fullt starfað því að syngja úti? Já, ég reyndar svona hæða aðeins á þegar ég eignast dóttur mína og núna er ég svona svolítið í klípa því að hún er byrjuð í skóla og þegar maður syngur í óperum þá þarf maður að vera svolítið lengi í burtu og núna get ég ekki hendin í pakpoka til að gera mig. Nei, auðvitað ekki. Þannig að ég er svona að reyna að miða því að vera meira með tónleika okkur í bíl allavega. Þá stýri ég svolítið mínum tíma sjálf. Á þessum tónleikum hérna verður frumflutt kantata sem er við ljóð eftir þig sem heitir Sjúkdómssaga. Já. Segðu okkur aðeins frá þessu ljóði. Þetta er bara ljóð mig, bara frá byrjun til enda. Það er bara lífshleypið eða svo frá því ég greindist með sjúkdóminn og þangað til ég var orðinn heilbrigður eða ég gæti þetta var heilbrigður. Er það rétt, Elsa, að þú sagðir þegar þetta verk var til að þú myndir koma hvert og hvenær sem er til að koma og syngja þetta verk? Já, ég ber alveg óbrotna virðingu fyrir honum frænda mínum. Ég á reynda föður sem er fatlaður og hann hefur alltaf verið óskaplega jákvæður og duglegur en hann er að sama skapi, hefur aldrei sýnt fram á neina neikvæðni og tekist á við þessi veikindi af svo miklu hugrekki að það er nú það minnsta sem hann á skilið ef maður sýn honum smá stuðning. Segðu mér eitt, Héðinn, ég las í viðtali við þig að það væri alltaf verið að stöðva þig fyrir ölvunarakstur vegna sjúkdómsins. Er það ennþá þannig? Já, því miður. Já. En það var mikið verið áður, sko. Þá var maður hélt í stýrið og keyrði nokkuð beint, sko, en maður var alltaf á fullu ferðin í bílum, sko. Þannig að þú veist, fólkstæðandi maður bara blíðið fullan á bílum, sjálfsögðu. Auðvitað. Og svo þurftu ekki að gefa út tilkynninga til allra lögreglustöðva það væri ekkert að þér og verður alls gáður. Læknir minna gaf sem þetta út tilkynningu til allra lögreglustöðva það að ég geti keyrt þau verið svona aðstæðanlega og þetta var svo vel orðað hjá hann, sko, að hann orðað svona, þú veist að þú undir mikil pressu og álagi þá myndi sjúkdómseinkenni aukast mikil að muna þannig að það þarf ekki nokkur einu lögreglu maður að stoppa mig upp úr því. Það er ágætt að hafa vottorðið på þetta. Mitt. En er það rétt
að þú hafi næstum því keyrt yfir einn þeirra lækna sem að önnuðust þig þannig út í Vínarborg. Það var svona skrautlegt sko, heimurinn lítið þannig sko. Það einhvern veginn það voru að döflast einhverju jeppabúri hérna þessi vítahöllum að það svo. Já. Og voru það stættir einhver algjörum eyði fyrir því svona, eyði dal, já. Og það var bara sandur svona og svo komum við fram að einum hólum sko og þá var þetta maður liggjandi að það bara sólbaði eitthvað og við spýttum alltaf mikið og leiðum fólk hverfa því að maður fílaði það gerðilega þarna eins og Robinson Crusoe einni í dal og enginn átti að vera þarna nála sko en hún var þetta ekki lít og svo þegar ég var í Vín þá var einhver læknir að staðið í minn á sko og hann segir frá því að hann lenti aðeins í Íslandi og hann hefur lenti svolítið skýrsnið til og hann hefur verið að lendingur í dal og það er eitthvað jeppabúri lenti búið að keyra á hann og ég sagði þetta lengst í þessu. Já, auðvitað. Heyrðu, en það er nú ýmislegt á efniskránu hérna hjá ykkur á þessum tónleikum þann 13. Hvað, Elsa, verður á boðstólnum? Já, við erum nokkur sem syngjum og við ætlum að flytja svona ýmislegt. Þetta á að vera fyrir alla. Við flytjum nokkrar léttar arjur eins og úr Carmen og svo syngjum við íslensk lög og við syngjum, ég kem til dæmis með að syngja úr eftir Kurt Weill og úr Sound of Music og það verður þarna Sunrise, Sunset úr Fiðlarnum á þakinu. Svona sitt lítið af hverju? Já, það verður svona blanda prógram. Héðinn, ég veit að þú fengist við alls konar hlutum, þú ert tónskáld, fyrirgefðu ljóðskáld og hefur verið í hljómsveit og þú lætur þér ekkert fyrir brjósti brenna. Þú sagði mér að þú lenti í dálítið hlægilegum aðstöðum í sundi daginn. Men ákveð þú segir fólki frá þessu. Tækið sem innan við sko, sem sko störmgjafinni, hann svo dábærandi sko þegar ég kom og bera og svona og kom strák lítið gutti að það mér fyrst, ég bendur frá mér, hvað er þetta? Já, þetta er svona eins og kassi. Já, þetta er svona kassi sko og ég sagði, ég gleypti bara farsmannum minn. Og hvað sagði barnið? Gáttu það ekki? Það bara En við hvetjum fólk til þess að fjölmenna á þessa tónleika hjá ykkur þann 13. og leggja góðu málefni lið. En hingað er hann kominn, hinn eini sanni Jónas Ingimundarson, sólbrúnn frá Prag og hann býður nú eftir þér, Elsa, hérna út á gólfi. Hvað ætlar að syngja fyrir okkur hérna í kvöld? Ég ætla að syngja Speak Low eftir Kurt Weill. Frábært, við Héðinn eigum við ekki bara að halla okkur aftur og njóta og ég ætla að þakka ykkur báðum fyrir komuna. Þátturinn er senn á enda og ég þakka þeim sem fylgdi okkur í kvöld. Elsa Vói og Jónas Ingimundarson ætla að ljúka þessu hér í kvöld. Sjáumst næstu viku. Verið sæl. With
And get you high, my boo-boo.